Já, velkomin á Frelsi TV. Ég er ætla að vera með ætla aðeins að fara yfir þessi mál í Frakklandi og það virðist vera að spáin 2015 sé að koma fram að það verði allt morandi í fölskum fánum og alls konar fíaskói á meðan að vestræna kerfið hrynur, fjárhagskerfið. Það eru mikil öfl sem vilja ekki að kerfið þeirra hrynji. Það er náttúrulega mikill þægindi að vera með peningaprentvélarnar á sínu valdi. En kannski ég byrja á því að votta fjölskyldum þeirra sem hafa tapað lífinu í þessu og til frönsku þjóðarinnar og allra sem að þetta meiðir og okkur allra bara. Þetta er í heimsþorpinu okkar sem þetta er að gerast. En menn hafa gefið sér heimild til þess að dæma þetta strax í hinn áttina eða þessa áttina. Og menn eru að tala mikilvægi málfrelsis og fleira slíks. Og rétt hugsun. Sömu aðilar vinna daga og nætur til þess að skerða slíkt frelsi. Þannig að það er svolítið tvískinnungur í þessu. En byrja aðeins að renna yfir íslensku fjölmiðlana, hvað þeir eru að segja þetta. Og ég náttúrulega vogaði mér að blogga þetta á íslensku fjölmiðlunum, að þetta væri nú hugsanlega falsku fáni. Og þá er ég sem er fáviti. Það hefur ekkert með mig að gera, sko. Þetta er bara mínar skoðanir sem ég er að tjá, sem að þessir vestlendingar þykjast vera að berjast fyrir á hæl og hnakka. En ég kem sennilega aðeins nánar inn á það aðeins seinna. Hérna er fréttin sem ég bloggaði við og reyndar er ekki búið að draga í þessari frétt þessa íslamista að kenna íslamistum þetta. Þið vitið að þeir sem framkvæmdu þessa aðgerð hafa ekki náðst. Og eina sem menn hafa á að byggja er að þetta er þeir hrópuðu einhver orð þarna sem að þeir geta alltaf að hrópa hvað sem er. Það er ekki eins og sérsveitir Vesturlandana hafa ekki fullan orðaforða, þeir geta kalla bara hvað sem er. Og menn eru að taka það jafnvel sem einhvers konar sannanir. Og hérna er talað að 3 byssumenn hafi ráðist á þetta tímarit sem að vinnur við það að gera grín af fólki sem að svo sem pirrar mig ekki neitt. Og lögreglumaður hafi verið tekinn af lífi og reyndar finnst mér svolítið grunsamlegt hvernig þeir hlaupa að honum sérstaklega til þess að hann var ekkert að þvælast fyrir þeim, sko. Og ef að markmiðið var það að taka fyrir þessa teiknara, þá hefur þetta ekkert með atburðinn að gera eða með markmiðið. Og við vitum að þessi lögregluatburður í New York, það er nánast búið að fullsanna það að það er eða svona eins og við samsæringar sem höfum náttúrulega enga aðstöðu nema bara
úr stúdíóunum okkar og það sem verið er að segja okkur. Við svo sem höfum ekkert mikið annað í höndunum, en þar var það sem verið er að segja okkur ekki trúverðugt. Og þetta ber allan keim af fölskum fána og þá ekki síst vegna sjáið þið, já, ekkert mun nokkuð tíma leiða til skerts frelsis fjölmiðla. Sko, við vitum það að það er verið að skerða frelsi fjölmiðla á internetinu til dæmis. Það eru margir félagar eða svona aðilar sem eru í svipuðu bloggi og ég, og þeir hafa misst YouTube-rásirnar sínar, það hefur verið lokað á þá. Eyjan hefur til dæmis á Íslandi lokað á mig og opnuðu reyndar aftur. DFF lokaði einu sinni á mig, opnuðu aftur, þannig að þetta er bara, sko, ef þú ert að segja svona hluti, þá þarf það að standa við það, sko. Þú getur ekki bara sagt eitthvað út í loftið. Og það virðist vera bara það sem þetta lið kemst upp með. Og það vogar sér enginn að kritisera neitt. Og ef þið kíkið á svörin við bloggunum mínum undir, þá sjáuð alveg hvaða meðferð svona kritiserar fá. Og það er alltaf þessi eini heilagi sannleikur, sko. Og það er svo mikil, finnst mér andstaða, að fólk er að kritisera trú, en það trúir öllu sem að þessir aðrar ljúga að þeim, sko. Og trúgirni fólks er alveg ótrúlega ef að þessir prestar er að segja þeim eitthvað. Og það er náttúrulega ekki trúverðugt. Og ég fylgdist aðeins með Sky News Live og og þeir eru strax fannir að reyna að tengja þetta við Pakistan. Og þið vitið að þessi morð á börnunum í Pakistan, ég birti nú linka það var fórnarlamb frá Sandy Hook sem að dó líka núna í Pakistan. Þannig að er þetta myndskeið sem þeir telja að sanni, sem að þeir eru að halda fram að sanni að þetta séu múslimar. Það var eitthvað sem öskraði sko, og það sést ekkert einu sinni hver það er sem öskraði eða neitt. Og og svo eru myndir af atburðinum. Er sést eitthvað sjáum við, já, fólk að hlaupa mikið fram og tilbaka og skil ekki göngulagið á þessu fólki það er hana. Við eigum örugglega eftir að sjá töluvert að kræsisleikur þetta. Bara þá byggi ég á eldri atburðum, sko. Þá byggi ég ekki á þessum atburði. Þetta er náttúrulega bara ný skeið. Og þetta eru sem sagt sönnunargögnin. Þetta getur verið hver sem er í þessum búningum. Það eru meiri líkur í mínum huga til þess að þetta séu sérsveitamenn Vesturveldana. Og ástæðan fyrir því er að múslimar hafa í raun enga hagsmuna af þessum glæp. Þeir eru, okkur er sagt í einu orðinu að þeir séu mestu snillingar heimsins, geta framkvæmt öll undarlegustu hryðjuverk veraldarsögunar, 9/11, og þeir bara virðast stjórna heiminum, þessir svokölluðu hryðjuverkamenn. Og svo á sama tíma eru þeir mestu hálfvitar í heimi. Þeir eru framkvæmda alls konar aðgerðir sem að henta þeim ekkert. Og það er náttúrulega mjög ótrúverðugt. Og ég ætla nú ekki, ég veit ekki hvort það heyrist hljóðið úr þessum vídeóm eða hvað, en er viðtal við Lindsey Graham
sem að hérna var að vara við kjarnorkusprengjum í Karólína og og hann er strax kominn hérna með tal já, Lindsey Graham. He's a member of Armed Service Committee. Já, thank you very much for joining us. Já, þetta er svolítið flott hjá þeim. Þetta ekki geta hægt á þessu. Það er náttúrulega bara snillt, ef ég get það. En já, byrju, þið ekki eins og horfa á þetta, þið eru bara að horfa á mig hérna ringlaðan. Hérna er Lindsey Graham á CNN og fylgist þið með þeir eru að undirbúa allt, þeir vilja hækka hryðjuverkastatusin í Bandaríkjunum, þeir vilja auka fjárframlög til NSA, þeir eru að tala að njósnasamfélagið ráði ekki við þetta verkefni, þeir þurfi meiri peninga og þeir eru að flytja sig frá military style targets hjá því. Það þýðir að þá eru allir komnir undir ratsjána hjá þeim. Og þetta er nefnilega haldið að sé einhver military style eða einhver hernaðar sem þeir eru að byrja og þið veit að þetta er náttúrulega, þetta fólk vinnur hjá sama vinnuveitanda sko. Þetta er ekki hlutlaus fréttamaður að spyrja einhvern annan, þetta eru svona sama korporatið. Og byrjar að ráðast á soft targets og eigum við að vera hræddir hérna í Ameríku. Já, ég held að við ættum að hækka the cuts niðurskurður á fjárframlögum er að eyðileggja möguleika okkar til að safna upplýsingum. Þetta er alltaf þvílíkt kjaftæði sko. Og hérna er einhver hershöfðingi og hérna er það að leggja allt til 2016 og já, þið sjáu þetta bara sjálf og hann heldur síðan áfram alveg að reisa í terrorþrett hjá því. Og síðan kemur John Kerry, hann er með svipaðar pælingar. Hann það var ekki texti hér. Subtitle. Það er ekki búin að texta þetta. En þið heyrið sama söngin hérna og við þekkjum alveg frá því í Íraksstríðinu. Að við erum ekki ókunn þessum pælingum og þessari lygavellu sem er í gangi í þessu leikriti og ég held því fram að múslimar hafi enga pólitíska hagsmuni af þessu eða fjárhagslega. En hins vegar hefur hrynjandi vesturvalda elitan alla hagsmuni af þessu. Og athyglisvert ef maður kíkir á og svo er París komið á hæsta alert sko. Þeir eru komnir í hæsta hernaðar stig og er viðtal við hann Hollander hérna er frétt hann og þar kemur fram að það er alltaf farið vitleysu hjá herra Hollander
og miklar þrengingar og mikið vesen framundan í Frakklandi og forsetinn í mikilli klípu og þannig að hann hefur svakalega mikla hagsmuni af því að koma á herlögum og þannig að ég veit ekki með ykkur en mér finnst þetta ótrúverðugt sko. Þá er ég ekki að segja að sé ótrúverðugt að þessi árás hafi átt sér stað og þessi sorgaratburður hafi gerst. Hins vegar erum við að ræða hver er ábyrgur og við þurfum átt okkur á því að hérna er þetta viðtal við hann Hollander, þess að getið séð þetta á presstv.ir að spurningin snýst það hver er ábyrgur og hérna sjáum við að Ráðherra er bara strax búin að leggja fram kenningu, samsæriskenningu og í ljósi þess að það er allir fjölmiðlar hafa svo mikið frelsi þá hlýt ég mig að leggja fram mína kenningu líka. Það hlýtur að vera bara fair. En það er spurning hvort að það nái alla leið. Ég veit það ekki alveg. Og ég benti ykkur á nokkra sem hafa mist rásina sína í Samsverjalandi. Það hafa nokkru verið lent í bobba með sitt fínri og það eru svona atburðir sem eru notaðir til þess að auka hernaðarviðbúnað til þess að þrengja að okkur. Þetta er notað til þess að svipta okkur réttindum. Það er það sem það snýst allt saman og það er mjög mikil órói í náttúrulega Evrópu og í öllu þessu ríkjum og og það er bara svona sem það er gert sko. Þetta er aðferðafræðin við að koma á herlögum. Þetta er bara 101 í manjúalnum, mætti segja. Og allir það, ég er ekki einu sinni farin að fara á samsæringa fjölmiðla, ég er bara búin að skoða þetta sem við köllum fjölmiðlunar. Ég er ekki einu sinni farin að skoða samsæringakenningarnar. Þetta er bara fyrsta sem ég sé. Og fyrsta sem ég sé er að þessi atburður gerist, það eru menn í svörtum búningum með einhverja byssur og og í sjálfum sér veit enginn neitt meira það og og síðan ef þú ætlar að freyma einhvern þá þarf að vera trúverðugt ef ég ætla að freyma einhvern sem er fastur í eiturlyfjaneyslu og þá fer ég ekki á ræni blómabúð og segja að það var hann sem gerði þetta. Þá ræni ég apótek eða spítala og segja að það var hann sem gerði þetta og segja já, auðvitað, hann er dópistið. Já, það stemmir og þannig að það þarf að vera trúverðugt hver verður fyrir árásinni og þess vegna er ráðist á svona kartónista sem hefur verið að gera grín af íslamistum. Því það liggur beinast í hann er að gera grín af þessum, þá lítur hann að hafa drepið. Þetta er bara, þú þarft ekki að vera nema bara 5 ára til þess að fatta þetta Og kíkjum hérna á og þið áttu ykkur á því, ég er að byggja náttúrulega bara á því sem að ég hef fyrir fram á mig. Ég hef enga detail information
og áskil mér því rétt til þess að hafa hrapalega rangt fyrir mér. Og eins og þið vitið þá er það nú eitt af mínum mottóum að ég vona ég hafi rangt fyrir mér með allt. Við lifum í góðum heimi og allir séu góðir við alla aðra. Það er bara frábært ef það er þannig. En ef við kíkjum nú á einn frægasta samsæringinn, Infowars, og þið áttuð ykkur á því til dæmis að þetta sem að þeir voru að tala um áðan, free speech og free press og allt þetta, Infowars er búið að blokkera út víða öll, sko. Þannig að þetta er ekki frelsi fyrir alla þegar þeir eru að tala um frelsi, það er bara frelsi fyrir þeirra fjölmiðla, ekki fyrir einn annan. Og ég sé nú að hann er Paul Joseph Watson skrifar þetta og það er nú greinilega mjög stutt. Islamofóbía. Já, greinilega mjög lítið komið í loftið. Það verður væntanlega meira seinna. Og ef þið eru með einhverja linka eða einhverja upplýsingar þá endilega sendið með það. Ég fylgist með kommentunum undir vídeóinu. Ef þið kommentið þar þá sé ég það væntanlega vonandi. Og ég er að stilla þetta þannig sjá örugglega þegar þið sendið mér einhvern glaðning. Og þið sjáið strax að það er bara strax mætt í CNN og þessar þekktu áróðursmellur. Það er bara þingmenn Bandaríkjanna komnir og bara já, við þurfum að hækka hryðjuverkastigið og við þurfum að gera þetta og þurfum að gera hitt. Þannig að þetta lítur mjög grunsamlega út. Og já. Sko, ég ætla aðeins bara að renna með ykkur yfir fyrirsagnar. Þið sjáu kannski samhengið sem að ég er að tala um. Islamist, extremist. En þið áttu ykkur að Infowars, þið geta ekki treyst í 100%, sko. Þið verða áttu ykkur að því. Og í ebólunni voru þeir að vinna fyrir ríkið í blekkingunni, þeir voru ekki að vinna fyrir almenning. Býtum við gunshots og kallað er eitthvað orð, skiptir engu í næsta máli. Geta allir kallað þessu orð, sérsveitir, alls konar ríkja geta kallað þessu orð. Global warming, það er allt saman farið í klessumunni. Það er farið að drepa núna mikið af fólki sem tengist HIV-veirurannsóknum og í ebólurannsóknum. Komið ljós núna nýlega að það var einn frægur rannsakandi í ebólu sem ætlaði að fara á eitthvað ráðstefnu, hann var í MH17. Og fólk sem var, stór hópur af fólki sem var að fara á AIDS ráðstefnu, sennilega hefur það verið búið átt svo að það er allt saman blekking. Og í Úkraínu sögðu bændurnir að það hefur verið hent gömlum líkum yfir svæðið. Þetta er greinilega sérsveitamenn. Já, hann spyr einmitt saman er það ISIS eða ríkisstjórnin. Og sprengja í París. Já, þið getur bara lesið þetta sjálf. Og þið vitið að meira að segja í Svíþjóð hefur verið svolítið mikið alls konar svona vesen. Þannig að það virðist verið að reyna að tendra neista í þetta bál.
Já, eitt hérna sem við þurfum að láta koma fram líka. Bíddu nú við, hver sagði það aftur? Var það ekki á Sky? Ég heyrði það bara live. Ég var að hlusta live og þeir eru strax farnir að reyna að tengja þetta líka Pakistan. Já, bíddu nú við. Það þarf eiginlega, maður þurfti helst að hlusta á 5 rásir live. Ég náttúrulega hef ekki resourcaði það. Af því að þeir oft birta hluti út live en sem þið sita ekki síðan í klippin á YouTube. Það er eiginlega eina sem ég hef tök á að gera núna er að horfa bara úr klippunar og þess vegna býðum maður aðeins eftir samsarika samfélaginu þegar það eru sko 1000 manna sem eru núna að taka hvert einasta vídeoklipp live og monitora allt sko. Þannig að við erum eiginlega orðin fjölmiðlarnir, við þessir fávitar sem ekki þolir sjáum við bróðin á Vísi og Dagblaðinu þegar ég er að kommentara þar menn bara þegið fábjónuðin. Og hérna við vitum líka að það eru alls konar pressa í kringum Ísrael í kringum þetta leiðtogi stríðsglæpamanna í Ísrael man ekki einu sinni hvað kallinn heitir þess að ég hef oft sagt þetta snýst ekkert persónuleikendur, snýst að vera óskonar. Hann sagði bara nei, herfi, það verður ekkert að draga mína hermenn fyrir einhverja dómstóla, það kemur ekkert til greina. Nú hafa þeir eitthvað að fela þá eða af hverju viltu ekki leyfa þeim að hreinsa mannorð Ísrael? Nei, það fer enginn að mínum hermennum fyrir já, ok. Og hérna þannig að þetta er allt saman frekar svona spooky og það er reyndar ótrúlega mikil undiralda í þessum verknaði þarna kemur svolítið óvart hvað er mikil fyrst þegar ég sá þetta held ég að þeir eru nú minna eftir sem ég horfi meira sannfærast ég nú meira að þetta er falskur fáni sko. Ég er eiginlega alveg sannfærður það sko. Og hérna þið sjáið hvernig gerðist þetta í morgun ekki tímasetning á þessu var þetta eitthvað 10-12 eitthvað það var óbúinlega skrítið að þingmenn og ráðamenn og utanríkisráðherrar Bandaríkjanna og Bretlands og þetta kabal sem að fara svona herfilega á hausinn þeir eru bara allir tilbúni með eitthvað plan bara já við þurfum að hækka hryðjuverkastigið og við þurfum að gera þetta og við þurfum að gera hitt og það þremur köllum sem að hugsanlega voru sérsveitamenn það er nú frekar skrítið pæl sko og hérna veit nú ekki alveg með myndirnar hérna og þið áttuð ykkur líka á því að þegar við krítiserum þá reyna þeir að bæta við hjá sér það er reyndar ákveðin neikvæður hlutur að við gefum þeim kritik sem þýðir að þeir geta bætt sig að einhverju leyti hérna sjáu þið þetta sjarreið eða þessa skrúðgöngur sjáu þið hérna
Það er bara allt í gangi, sko. Þú veist, þetta er bara mannfallið á Gaza á einni viku, sko, og það eru þá börn sem eru að deyja á Gaza, sko. Ekki, þú veist, fyrir mér er náttúrulega öll líf jafn mikilvæg og þetta er alveg hrikalega sorglegt. Og umræðan, sko, ég er ekkert að fjalla það og ég nenni ekki að vera að eltast við einhverja bullískara sem að reyna að snúa þessu í allar áttir. En já, ok. Þetta er inn í myndinni hjá þeim. Ok, spooky stuff. En sko ef þið horfið bara á samhengi fréttanna, það er náttúrulega það sem ég er að gera. Þá verður þetta þessir voru drepnir þarna þessir lögreglumenn. Því er haldið fram og ég fjallaði það mjög ítarlega. Ótrúlegt núna að það eru löngu hlussuvídeó en fá 3 tíma vídeó og fá meiri áhorfendur en 4 mínútna vídeó. Voru ekki allir að biðja styttra? Hvernig var það? Er það eitthvað misskilningur? Sjáum við lögreglubílinn sem átti að hafa verið skotnir 2 lögreglumenn og það sér ekki blóðslettu í flauelinu, sko. Það er nú ekki mjög trúverðugt, sko. En það sem ég var að segja, sko, ef þið farið bara yfir fréttirnar, það er verið að skjóta lögreglu í New York, þeir vilja, það er mjög mikilvægt að involvera dauðar löggur í söguþráði núna og þið sjáuð á vídeóna sem þeir skutu lögreglu, þeir gerðu sér alveg sérferð til þess að skjóta hana. Það er mjög skrítið, að þeir voru þá búnir með það sem þeir ætluðu að gera. Akkur voru þeir sérstaklega að ég skil ekki þetta hliðarspor hjá þeim. Það er alveg fáránlegt, sko. Og er gríðarleg spenna út af þessu ICC. Ísrael eru mjög hættuleg þjóð. Alveg burt sér frá því hvað trúarbókstaf þeir trúa á, þá eru þeir mjög hættulegir. Og það er mikil spenna í svo þetta Sony gagnvart Norður Kóreu, þetta er allt saman bara bull. Þetta var náttúrulega bara inside job líka, sko. Og þetta meikar akkurat ekkert sens, sko. Þetta meikar ekkert sens. Að leita tímasetningun á þessu. Og þetta er sko, ef maður rennir svona yfir þetta, þá er þetta svolítið, finnst mér svona, sko, hver græðir mest á þessu? Sko, fyrir mér þá græða þetta sem þeir kalla múslimar eða ISIS eða þeir græða minnst á þessu. Það eru hin vestrænu lögregluríkis sturluðu nasista, ég ger enga mun á nasisma og kommunisma, sama ruglið allt saman. Þetta er sannlega bara elitismi. Elitan er bara að þeir eru í uppnámi núna og það er mjög, þið vitið það, að króa kött af inn í hornið, það mun skilja eftir margar rispur á þeim sem að reyna að bjarga honum meira að segja. Og þannig að eitt sem ég vil líka minnast á, það er
hann Tony Blair, nei hvað heitir hann þarna? Cameron. David Cameron, já. Hann var hérna að tala um það á Sameinuðu þjóðunum. Núna er hann að tala eitthvað um að frelsi fjölmiðla og við munum ekki láta beygja okkur fyrir því og síðan er að ræða með honum þar sem hann er að tala um að þeir sem að voga sér að efast eitthvað þeir sem að voga sér eitthvað að efast þetta er hann Paul Joseph Watson, sko, hann talar um að hver sem að efast að 9/11 sé sannleikur samkvæmt er hryðjuverkaextrímist. Veitu, hvað rugl er þetta? Er þetta heilbrigt? Er þetta eðlilegt í einhverju frelsisríki? Þetta er náttúrulega bara fáránlegt, sko. Og svo eru þeir að mæta í alls konar fjölmiðla og tala um hvað málfrelsið er mikið eða mikilvægt og allt þetta sem er alltaf hárrétt en þeir virða það ekki neitt sjálfur. Sem ætti nú kannski ekki að koma neinum óvart að stjórnmálamenn ljúgi og segi næsti aldrei satt. En fyrstu viðbrögð frá Frelsi TV eru að þetta er einn falskur fáni viðbót. Og eins og það var falskur fáni í þarna New York þegar lögreglumenn voru drepnir þar, það var sviðsett. Og Sandy Hook var sviðsett, meira að segja FBI staðfesti það með því að það var enginn gefinn upp að hafi dáið á þessu ári þegar þessi börn átt hafa dáið. Og er það sem að er svona major, ég veit ekki hvað þurfið þið mikið til þess að fatta sig eitthvað mikið að. Þessi strákur sem að þetta er í Pakistan, sko. Og þið munum nú hvað harmageturnar voru mjúkar við mig þegar ég vogaði mér að efast að Pakistan væri eins og það væri verið að segja okkur. En þessi litli strákur hann átti að hafa dáið í Sandy Hook 2012 og þessi mynd birtist mjög víða í hérna er hann og veist, það er bara verið að ljúga að ykkur, sko. Og það er náttúrulega svo sem enginn sem getur valið nema þið hvort þið ætlaði að vera kjánandi sem taki við því eða hvort að þið hafið einhverja gagnrýna hugsun eins og ykkur var að tala um ákveðna blaðinu í dag eða gera eitthvað mann. Manneskja sem hefur ekki snefil að gagnrýna hugsun í sínum framsetningum. Og og þannig að við bíðum frekari heimilda. Ég ítreka aftur að ég samhryggist öllu sem að tapa lífinu í þessu braski öllu, þessu tilgangslausa braski. Þetta er algjör óþarfi. Við getum alveg hannað okkar þjóðfélag og
og lifað okkar lífi í friði og spekt ef að við látum ekki þessa espara espa okkur. Og þið sjáið bara núna á íslensku fjölmiðlum að það var strax byrjað þetta reif ofan af öllum sárum, bara já, bara burt með þá sem ekki með Moskvu vilja með og móti eða bara, það er bara fólk snappar einhvern veginn, sko. Og það allavega tapar algjörlega gagnrýni hugsun og það er náttúrulega markmiðið með þessum aðgerðum. Þetta er vísindalega hannað. Þetta gerist ekkert bara fyrir einhverja tilviljanir. Sjálfsögðu í alls konar aðgerðum þá heppnast ekki allt alveg 100%, en þá koma fjölmiðlarnir og reyna að breiða yfir það með lygunum ef eitthvað misheppnast. Og þeir sem að voga sér að horfa á þetta og bara spurja spurninga sem er 9.11. Ég hef nú svo sem ekki gert neitt þátt það, ekki svo í muni. Þeir sem að trúa að 9.11 sé eins og því lýst af stjórnvöldum að þeir eru hvað sem er þroskað eftir, þannig að það þýðir ekkert að reyna að eiga við þá. En hver sem að efast 9.11 sögu stjórnvalda er hryðjuverkamaður. Bara punktur. Og þetta segir þessi maður sem er að segja núna, já, við verðum nú að hafa málfrelsi og bla 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 bla. Þetta náttúrulega er bara kjaftaði, sko. Og og síðan nýta allar, sko, við megum þess vegna búast við Íslandi að mæta ykkur alþingismenn, já, þetta náttúrulega við verðum að taka inn vélbyssurnar fyrir lögregluna út af þessum atburðum í Frakklandi og í Pakistan og í Sandy Hook og í þarna og þarna. Þetta er notað allstaðar í þessari mafíu, þessum kanamellu mafíum sem ég hef lýst áður á Íslandi. Vandamálið er þessar árans kanamellur sem við sitjum upp með hérna. Og við víkingarnir vitum ekki alveg hvernig við eigum að taka á þessu. Við erum nú svolítið dannaðri heldur en Skarphéðinn var. Við erum ekki ennþá á þeim stað. Við víkingar höfum nú aðeins þroskast og víkingar voru heldur fyrstir í heiminum til þess að afnema þrælahaldi, en það hefur verið 1192 sem að víkingarnir og ákveða það væri vond hugmynd, og víkingarnir sem komu til Íslands gáfu konum jafnan rétt til kallra, eða rétt, það var nú víst ekki alveg jafn, ég veit ekki ástæðan fyrir að þeir mismunuðu því, þess að það var kall mátti eiga það land sem hann gat brennt á einum degi. Það var væntanlega reynt að velja sér dag með réttu vindstigi og það var hans land sem hann gat brennt, ef ég man þetta rétt. Og víkingakonurnar gátu tileinkað sér land með kvígu sem það gátu gengið með í hring. Já, ég átta nú ekki alveg hvernig það virkar á einum degi. Og þá sagði hann einhvern konum, já, þetta er misrétti. Það hlýtur að vera merkilegt á þessum tíma þegar allir konur áttu að hafa verið eins og búfénaðir. Það er lygasagan sem verður að segja okkur. Víkingarnir voru alveg sáttu við það að konur tileinkuðu sér land á sama hátt og kallar. Reynda með tveim ólíkum aðferðum. Það er kannski því kallmenn hefur bara getið tekið kvígun á bakið og hlaupið alveg risastórt, þannig að þessi, þurfum að gera þetta aðeins erfiðara fyrir kallana, en bara hirða þeir allt drastlið. Ég veit ekkert hvaða pæling var þar á bakið. Það var nú gaman að heyra í einhverjum fræði fávitum með það, en það er nú reyndar besta leiðin til þess að fá rangt svar. Það er að spyrja einhverja fræðinga. En þannig að það er líka gríðarlega mikil hætta núna að við fáum svona hvell í Skandinavíu. Þeir eru svolítið pirraðir í Svíþjóð greinilega, Malmö og Danmörku svæðinu og í Oslo og svona. Og þannig að ég hef líka sagt ykkur oft að vinna mín er svipuð hjá jarðskjálftafræðingi. Ég get mælt spennu í berginu. En ég get ekki sagt nákvæmlega hvenær jarðskjálftinn kemur eða hvað hann verður stór eða hvort hann sé hættulegur eða eitthvað slíkt. Hins vegar ef ég get sagt, ok, fólk sem býr á þessu svæði, það má búast við jarðskjálfta, og
ákveðnar sögulegar eða svona hvernig hann liggur í honum, sögulegar bakland og eitthvað slíkt, þá tel ég sem jarðskjálftafræðingur að það gæti orðið snarpur-skjálfti. Þannig að niðurstaðan úr því er að tala við fólk sem býr á svæðinu og veita því sérstaka fræðslu það hvernig var hægt að bregðast við jarðskjálfta. Út af þessari rannsóknarvinnu þá minni sem jarðskjálftafræðingur. Ég er ekki jarðskjálftafræðingur. Ég er samsæringur og sama er eiginlega markmiðið mitt. Eitt af markmiðum mínum er að til dæmis núna þegar ég er að segja þetta að það sé ákveðin hætta á svipuðum atburðum í Íslandi, Noregi og Svíþjóð, að þá er tilgangurinn með því ekki að hræða ykkur, af því að ef að þið hræðist þá eru þið ekki að skilja það sem ég er að segja. Því að tilgangurinn með þessu öllu er að þið séu hrædd, að fólk upplifi ótta, af því það slæfir dómgreind. Tilgangurinn minn er sá að það getur skipt sköpum að vera örlítið undirbúinn. Og það kemur kannski ekki í veg fyrir jarðskjálftann, en það getur kannski komið í veg fyrir að ef þú hleypur til hægri þá gerist þetta, en ef þú hleypur til vinstri þá gerist eitthvað annað. Þess að þú bjargast þegar þú ferð í hvora áttina. Og alltaf eins og fjölmiðlar vilja helst að fólk sé, þeir vilja fólk sé alveg sofandi og dofið fyrir því að svona getur gerst í þeirra nærnágrenni og að helst að allir séu óvopnaðir. Og til dæmis þegar íslensku lögregluyfirvöld fóru að segja að það er bara ISIS er að koma eftir hádegi og ráðast á alla Íslendinga, þá er ekki rétta ráðið við því að vélbyssuvæða lögregluna. Það breytir akkúrat engu. Þá er rétta ráðið við því ef sú hætta er raunveruleg. Þið sjáið að því hún er ekki raunveruleg þá hefur ekkert verið gert meira með það. Þetta eru bara lygarar sem eru að tala við okkur þarna hinum megin frá. Að þá er rétta svarið að vopnavæða Íslendinga. Og það er skóli í Bandaríkjunum eftir alltaf þessu school shooting og allt þetta kjaftað og menn allir í Bandaríkjunum er löngu búin að sjá í gegnum það að þetta er allt saman sviðsett eða framkvæmt af einhverjum svona furðulegum öflum sem tengjast valdastruktúrum einhvers staðar. Það voru skólar í Bandaríkjunum sem að vopnavæddust bara. Allir kennarar eru bara með skambyssu á mjömminni og allir hafa fengið þjálfun í að nota hana og fleiri slíkt. Og þetta hefur ekki verið gert á Íslandi. Og ég var nú að vinna í skóla og ég það var enginn að pæli neitt svona. Ég var nú aðeins að minnast á þetta við svona æðstu menn skólastofnunar og þeir bara við ætlum ekki að pæla neitt svona Og málið er það að ef allir starfsmenn og kennarar skólans eru vopnaþjálfaðir og vopnaðir þá leggur enginn í skólan eða það allavega styttir atburðin alvarlega mikið, en málið er að það er ástæða fyrir því að stjórnvöld vilja ekki gera það. Þegar það þarf ákveðna toga ákveðna pólitíska strengi þá vita ráðandi öfl það þarf hugsanlega að fórna slatta af börnum. Og því það virðist vera að það hreyfi mest við fólki þegar börn deyja Og það eru til dæmis í Oklahoma bombing og þar er blóraböggulinn Timothy McVeigh sem er búið að taka lífi út af þeim atburði. Að menn höfðu njósnir af því eftir atburðin að Timothy McVeigh hafi viljað hætta við. Hann var hann inn í einhverjum fasa og var að vinna fyrir einhverja leyniþjónustur eða fyrir herinn, það var allt svona frekar á reiki fyrir hvernig hann var að vinna. Og þegar að Timothy kom staðið að þetta sprengja barnaheimili líka, þá hafði hann sagt nei. Það ég tek ekki þátt í því. Ég mun ekki taka þátt í neinu sem að skaðar börn. Og í Oklahoma, þið getur nú leita betur að því. Það var
svo náttúrulega svo mikið tilviljun að það mætti enginn af það voru ákveðin lögregluyfirvöld þarna í þessari byggingu, DIA held ég, eitthvað svoleiðis. Það mætti enginn af þeim í vinnuna þennan daginn eða börnin þeirra. Sama var í 9/11, þá var enginn sem mætti í nokkrum fyrirtækjum og nokkuð það var svona ákveðin prófall í því hverjir mættu ekki. Og stórt skipafélag sem hafði verið þarna með skrifstofuaðstöðu lengi flutti allt saman út nokkrum vikum fyrir þann atburð. Og þið áttuðu ykkur á því að þessar pælingar sem ég með núna falla undir þetta sem að Davíð Cameron var að tala hérna á þingi Sameinuðu þjóðanna, sko. Þú veist, hérna er hann bara að segja þetta bara. Já, þeir sem að trúa ekki 9/11, þeir eru hryðjuverkamenn. Já, það er bara þannig. Og síðan mætir hann þarna í dag í fjölmiðlum, já, við ætlum ekki að láta svona atburði minnka frelsi okkar og fjölmiðlana okkar. Þetta eru bara þess vegna eru þeir náttúrulega að kenna núna í þessu Common Core, þeir eru að kenna að 2 + 2 séu 5. Og ef að þú trúir því ekki að 2 + 2 séu 5, þá ertu bara hryðjuverkamaður. Það er bara þannig. Og og það er ekkert flóknara en það, sko. Og við eigum eftir að sjá eftirleikinn að þessu. Ég býst við því að við fáum betri greiningar á þessu. Og ég ítreka, ég áskil mér rétt til þess að vera með samsæriskenningar alveg svo hver annar. Ég benti ykkur á nokkra fjölmiðla sem voru með hreinar og klárar samsæriskenningar í þessu dæmi. Og þannig að við megum búast við alls konar. Við megum bara hreinlega búast við alls konar í þessu dæmi. En takk fyrir komuna. Ég mun hugsanlega vera með aðra útsendingu í kvöld eða hvernig það er. Og þið getur gerst áskrifundar á Rásinni hjá mér. Það er væntanlega hérna hnappur. Já, hitt ekki alveg. Held að sé hérna. Og bara renniði músin yfir og segja subscribe og það fáið þið væntanlega einhverja tilkynningar þegar ég er að fara svona live. Og þakka bara aftur fyrir komuna og ég samrækist þeim sem að verður fyrir tjónið þarna og ég samrækist okkur öllum á þessum netti að við séum alltaf að lenda í svona rugli aftur og aftur og að fólk virkilega trúi því að þetta snúist um eitthvað trúarbrögð. Það finnst mér fáránlegasta trúin af öllum. Takk fyrir og bless.